Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni. Það verða sagðar fréttir núna klukkan 8. Hjá mér Sigurjón Magnús og Björn Þorláks. Herðu, það var fyrsta frétt á RÚV, kemst ekki í geislameðferð á morgun því það lokað. Já, það starfsfólk. Við eigum að vera með mynd hérna af vefnum frá þeim. En þetta svakalegt, sko. Kona sem krabbamein og þarf á þess að halda náttúrulega. Já. Og það sé ekki... Það er ekki nú vart starfsfólk til að sinna þess. Og það sé ekki til neitt kanal til þess að íta á mannlega takkan og gera eitthvað. Náttúrulega... Hún veit ekki hvort hún eigi að koma hinn daginn eða eftir viku eða... Þetta svona framtíðarmynd sem ég held að margir óttast. Já, það var kona mín fór í erfiða hjartaaðgerð og hún var alveg klár. Og þá bara kom allinu, bara hringdi í mig og kom að sækja hana. Akkur, þá var ekki nú margir á gjörgæslunni. Og svo gerði þetta aftur. Það var ekki vinnið þriðja sinni sem að það búið að búa fólkið undir aðgerðina. Endalaus undir mönnun í heilbrigðiskerfinu. Já, og virðist ekkert alla lagast. Það er bara eitthvað stórt og fáar skurðstofur sem í gangi, eins og þú ert að segja. Ég hef orðið var við það líka. Já. Það frestað út af einhverju slísi eða eitthvað. Þá ítt burtu aðgerðum. Kostar atvinnulífið stórfé? En það er líka konuna. Hvað kostar þetta hana, sko? Ekki til í peningum, en í þjáningum og óvissu og höfnun í rauninni. Hún búin að borga skatta sennilega allt sitt líf. Já, alveg sama hvað það sko. Hvort hún borgar mikla skatta eða litla skatta. Þetta snýst bara, sko, svona mikið veik manneskja, það sé ekki hægt að sinninni, samkvæmt í prógrami sem búið að setja upp. Halda utan hana líka, að hún sé eins og hún upplifði þessi í öruggum höndum, það skiptir máli. Herðu, það var frétt frá viðskiptaráði, við nú stundu verið að gantast það eitthvað viðskiptaráðina eða stýra frétta umfjölluninni, en það var þessi könnun sem að þetta ekki könnun, þetta bara viðskiptaráður að gefa einkunnir. Bara kalla ráðherrana fyrir sig og gefa þeim einkunnir. Þessi frétt þetta voru viðskiptablaðinu held ég, en þetta var líka í Mogganum og einhvers staðar víða. RÚV. Það sem er mest merkilegt við þessa könnun, þetta er bara viðskiptaráð að segja hvernig ríkisstjórnin stendur sig. Viðskiptaráði finnst þessi ríkisstjórn bara standa sig frábærlega. Ef ekki væri fyrir veiðigjöldin, þá var þetta toppur. Þá var þetta toppurinn. Það er einu vestræna heimi. Og þið kannist við það að viðskiptaráð stærti sig að því að allt sem þeir eru lagt áherslu á þau fengið það í gegn. Ég var alveg sama hvað ríkisstjórn væri. Og líklega erum við núna með ríkisstjórn sem að halda áfram stjórnarstefnunni, sem stefnan sem að viðskiptaráð leggur. Ríkisstjórn viðskiptaráðs. Þetta það. Finnst ykkur þetta ekki svolítið sorglegt fyrir ríkisstjórnina að fá þetta? Að sjálfsögðu. Þetta hól sem maður vill alls ekki fá. Þetta hól sem maður vill ekki fá. Og þetta spyr líka stöðu þá nokkur ástæða til að blása frekara lífi í Sjálfstæðisflokkinn og Framsóknarflokkinn sem hafi verið það. Já, sem flutti bara yfir í Samfylkingu og Viðreisn. Nei, það er eins og minnir á það sem að Margaret Thatcher sagði að besta uppkvötun sín hafi verið Tony Blair. En við náðum fram mörgu sem hún náði ekki fram. Það má ég halda áfram með viðskiptaráð, það er viðskiptablaðið því að við kíktum þar inn að þar er frá viðskiptaráði að þeir telja að leggja í niður hlutdeildarlánin. Þetta var svolítið frétt í vor eða mitt sumar á viðskiptaráði með svona herferðir gegn fjárhagslegu húsnæðiskerfi sem að þeim finnst að vera ósakjant. Já, þetta er í rauninni eini kosturinn sem að fólki býðist núna sem er að kaupa í fyrst skipti. En sko þannig að það er alveg ólíkindum að þá leggja niður eina valkostin, eina sénsinn fyrir fólk sem er ekkert með brjálæðislega tekjur. En sko þeir eru að djöflast í því að það sé skilyrt við nýbyggingar og má kannski ekki alveg bara velta vöngum yfir því hvort þetta þurfi alltaf að vera nýtt húsnæði. Þeir vil ekki fá fleiri hlutdeildarlán. Þeir vil ekki að gildi víðar. Nei, en er þetta ekki sko... Þeir vilja bara burtu með það. Þeir vilja bara burtu með það. Já, en er þetta ekki bundið við að þú kaupir í nýju húsnæði? Já, það er núna og svo er það líka þannig að því að sko þetta er bundið bæði greiðslugetu fólks
og svo verðmæti húsnæðisins og lengst af, ég held að það verið í 2,5 ár, það fóru ekkert einasta svona út. Það voru ekki smíðaðar íbúðir eða settur á markað sem að fjallu að þessu kerfi. Þannig að sumaleyti var þetta kerfi bara einhver ímyndun sem hafði eiginlega ekkert gildi. Ég veit ekki hvernig þetta virkar núna. En hlutdeildar lána sjóðurinn líka, hann var bara stíplaður mánuðum saman einhver tíman, þannig að þú veist, þetta er alltaf látið reka á reiðan. Eitt sem að ég man ekki hvenær var verið að benda á það. Það var eitthvað sambandi við eitthvað svona skattabreitingar og það var eitthvað sem að hafði fyrir því að rekja það. Fyrst þegar var lagð fram hugmyndin, það var svona svarið í samfélaginu, heimskulegt. Svo bara haldið það áfram og segja þetta aftur og aftur og aftur og allt í nú verður þetta bara normalíserað. Þannig að kannski eftir svona 3 eða 4 eða 5 ár mun þessi áróður viðskiptaráðs gegn félagslegu húsnæðiskerfi eða einhverjum stuðningi eins og opinbera við það að almenningur hafi efna á hverju húsnæði. Kannski mun það bara komast í gegn og allt í nú bara þykir það ekki vera nógu gott. Nefn að bara fari nógu margir á hemlana. Við munum gera það. Við erum á þannig þengjandi sem landi, sko. Við viljum hafa þetta. Það liggur undir þessum fréttum að hinn er ríku, sterku og ráðandi, þeir eigi bara að njóta gæðana. Þeir eigi að njóta húsnæðismarkaðarins, geta grættar á fólki, geta grættar á leigjendum og fleira, það er krafan. Herðu, þetta er nú bara svona að vekja athygli á því að þessi áróður hagsmunasamtaka hinna ríku, að hvernig þau fara inn í fréttinnar og kannski að fylgjast með þessum fréttum til þess að sjá hvernig það er svona þroskast. En það er auðvitað á því þetta sama viðskiptaráð sagði sko fyrir hrun að vættum að hætta að bera okkur sama við hina Norðurlandaþjóðirnar því stæðnum framar að öllu leyti. Þetta er það sama og viðskiptaráð í dag er að segja að við höfum ekki að bera okkur saman við Evrópu. Það er í Evrópu bara samdráttur, hér er blússandi hagvöxtur. Já, ég er eiginlega að segja þetta orð rétt úr ályktun viðskiptaráðs. Ég er að segja að þau eru ennþá að segja þetta. Já. Ekki svona berótt kannski. Þeir lærðu ekkert að þessu, þannig þau eru ennþá að benda á Evrópu og segja að Evrópa geti lært af okkur. Já. Herðu, það er aldrei fleiri farið Keflavíkurflugvöll en í júlímánuði, við höfum svolítið verið að tala túrismann. Já. Ég veit ekki alveg hvað þetta sé rétt í mælikvarðin, þetta gæti verið fólk sem er að fljúga hérna í gegn. Já. Þetta gæti líka verið að þeir sem að koma staldri skemur við. Já, ég held að þetta sé flokka niður á ff7.is. Já. Já, held ég. En þetta samt, það er bara einu sinni 2018 sem það hefur verið meiri umferð. Og segir manni það að svona vælið í fórkólum ferðarþjónustunar þetta er svona nýi gráttkór líf var það í gamla dag líka það sem maður heyri á svona almenningi sem er eiginlega að fá nóg af þessum túrismann sem að flæður út allt það er líka, þetta er bara rétt mat hjá almenningi það er bara allt fullt af túristum það er það allt. Já. Herðu, en ég er með frétt frá El País, ég held að við hefum ekki vitnað í það áður, ég veit ekki hvað eru sleipir í spönskunni, en þetta er frétt, þið sjáu þetta nú, þetta er eitthvað stærri útjaðri, það verið að tæma Madrid, eitthvað svona hluta af Madrid, að rýma það út af hitabylgju og skógareldum og þarna eru, og þetta er komið upp eftir líka, þetta var í frönskublóðinu líka, það er í suðvestur hluta Frakklands, í kringu Bordeaux og Baska hér og þar er bara óbærilegur hiti og þar eru skógareldar og fleira. Ég fór í Vesturbæjarlaug í dag og það var 45 gráðu hiti í gufunni. Það er ekkert hægt að vera inn í svoleiðis gufun í smá stund. Það var spáð 45 hita á Spáni. Já. Herðu, en ég tók BBC að þeir voru með svona úttekt á vegna þess að Bretarnir er eins og við viljum komast til Evrópu til þess að fá hlýjindi í kroppinn. En málið er að þetta er bara liðin tíð. Það er að vitlausasta sem hún gerir að fara til Spánar eða Ítalíu eða Grikklands. Á þessum ástíma? Og raunverulega er þessi ástími, það sem eru hitabylgjurnar. Þetta er júní, júlí og ágúst og fram í september. Þannig ef þú ætlar að fá okkur hita í kroppinn, ég veit ekki hvað þetta gerir. Færa það fram. Vorið hefst fyrr, er það ekki? Það var það hjá okkur núna. Voru kom 4 vikur fyrr. Við erum að auglýsa okkur bara sem kaldasta land í Evrópu. Akureyringar eru farin að gera það, er það ekki? Já, komið og chillið fyrir norðan. Hvort það er brest félag sem flýgur til Akureyri eða hvort það er hugmynd Akureyringar, ég veit það ekki. En þetta er sniðugt. Ísland á þetta ég held það. Því það að vera lokaður inn í svona hitabylgju einhvers staðar, það er algjör hryllingur. Það er og maður fattar eitt að þegar maður er Íslendingur, maður getur klætt af sig kuldan. En það er eiginlega maður er enga varnir fyrir hitanum.
Herðu, talandi túrisma, það eru 150 íslensk hótelskrási í málsókn gegn booking.com sem eru til 150 hótel í Íslandi? Já, bara í Árnessýslu. Nei, það bara, hefur ekki keyrt nýlega það bara allir komið einhver kassi, einhver staðar upp í fjallslíð. Það bara, hvernig það var Mývatni, þar er komin ný hóteli, þannig að síðan ég kerði þar það var allir komið hótel. Já, þetta er mörg hótel þar. Sko, strákar, við erum að tala 2 milljónir af ferðamönnum. Við erum að hýsa það. Mér finnst sko, samt sem áður, sko, 150 hótel. Já, þetta er hótala. Sigurjón, fréttin í þessu það að þeir rukka alltaf 18% sko kommission. Ég veit það sko. Það er hneykslið í þessu. Hérna, hafið þið notað booking.com? Já, ég hef gert það. Fáránlega þægilegt. Ég hef sko, en ég hef eiginlega, það má segja, ég hafi náð að hakka kerfið. Maður hafi notað stundum booking. Finnur hótelið? Já. Sendi beint. Akkurat. Og fær afslátt. Já. Svo ringir maður, hefur maður samband beint við hótelið. Þetta er náttúrulega að taka 18% kommission. Það er ótrúlegt. Ég meina, 18% ætti að vera bara hámarksarður þessum á hótelið. Þannig að þá þarf þetta að borga honum líklega 18 og svo þetta komið 18. Þetta er þannig að það enda með þetta verður eitthvað svo fáralegt okkur á ferðamenninum. Og þetta er allt byggt á því að þeir eiga bara appið. Þeir gera ekki neitt, sko. Og þetta tegir sig mjög langt aftur í tíma. Þetta svo sjá þeir við mönnum eins og Björsa. Þannig ef hann gistir leitur ofta hóteli, þá fær hann afslátt sem að síðan þú, hótelegandinn, verður að gefa honum. Þannig að ég kannski sem venjulegur farþegi hótelgestur. Ég kannski, þú þarft að gefa mér 12%, eða gefa booking 12%. En þegar hann kemur, að þá gefur þeim 80% og þeir gefa honum 6%. Ég ætla að mæla með einu, ef þú eru að bóka gistingu innanlands, takið þið bara upp síman. Ef hægt er að hringja í einhvern í móttökunni, það eru sum hótel sem eru með einhvern starfsmann í símanum, bara tjattið og prútið þig. Herðu, það var skoðanakönnun í dag frá Gallup. Það fyrirsögnin er nú svona vilja stjórnvöld beiti sér af meiri festu fyrirsögnin hjá RÚV. Ég leitaði að þessu hjá Gallup og flera, en það var kannski graf. Sko, ef ég mann tölunum rétt, þá var það svona rúmlega 40%. Þetta er vegna Gaza. Já, sem að vilja að íslensk stjórnvöld beiti sér harðar gegn Ísrael í Gaza. En það er minnið helmingur. Já. 33, svona þriðjungurinn cirka, ég man ekki alveg tölunar, segir þetta bara eins og fínt eins og þér. Og svo rúmlega 15 vill minni aðgerðir, meiri stuðning þá. Mér kom þetta óvart að ég hefði reiknað með því að veri meiri krafa meðal íslensk almennings að íslensk stjórnvöld beittu sér. Það er fyrst og fremst meðal kjósenda ríkisstjórnarflokkana. Já, það er þessu 22% sem eru bara styðja síónistana, að það er náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn, sterkastu þar. Já, einmitt, ég ætla að segja það. Ég er sammálaður, mér finnst þessar tölur koma svolítið óvart. Það er eins og þessi 22%, þau eru í öllum könnunum. Það eru þeir sem eru hlindir vilja ekki hækkunu veiðileyfagjalda. Það eru þeir sem vilja minni aðgerðir til þess að stoppa þjóðarmorð. Þetta er sérstakur hópur sem þarf einhverju námskeið til að aðlegast íslensku samfélagi. Getur þetta verið þvert á flokka? Nei, já, þetta er yfirleitt sko... Þetta var orðaleikur. Þetta verið yfirleitt 2/3 hlutar í þessum hópi úr Sjálfstæðisflokknum. Þessi 2/3 hlutar kjósenda Sjálfstæðisflokksins tilheyra þessum hópi sem hefur svona mjög sérstaka afstöðu þvert á almenningsálitið og svo kannski rúmlega helmingurinn á Miðflokknum. En þú ert sammála því að þetta hefði verið Já. Ég tók út úr Al-Jazeera sem að þetta er graf. Þetta sýnir dauða blaðamanna í ýmsum stríðum. Þetta nær nú alveg aftur fyrir seinni heimsstyrjöldina. Þannig Kóreustríðið og Víetnamstríðið og Afganistan og Úkraína er næst síðasta súlan, svo kemur Gaza. 260-70 blaðamenn, cirka. Já, þetta er bara eiginlega jafnt margir blaðamenn verið drepnir á Gaza og í öllum stríðum frá og með síðar heimsstyrjöld. Sum ekki að fagna því, en ég ætla nú ekki að grafa aðkæringi þessu. Ástandið í Gaza er svo sérstakt að við vorum að tala áðan hvort að íslensk stjórnvöld beittu sér af nógu mikilli hörku. Þetta er svo sérstakur hryllingur að
bara með ólíkindum. En bara einhvern veginn varpa öllum staðrendum frá sér. Já, mér finnst Sigríður Dögg Guðjónsdóttir, formaður Blaðamannafélagsins, hún orðaði þetta ágætlega. Það bara verið að gera þetta til að reyna að stoppa fréttaflutning frá Gaza. Það þorir enginn að standa í því. Það þorir enginn að fara inn. Herðu, það kom fréttir út allt að það var samið við einkaaðila 1000 skurðaðgerðir á ári. Þetta þarna er Alma ráðherra og forstjóri sjúkratrygginga. Þetta eru mjaðmaskipti eða liðskipti held ég heiti og það er líka bakaðgerðir og eitthvað slíkt. Þannig náttúrulega má alltaf spyrja, okkur er ekki bara peningunum varið til þess að byggja upp þessa getu inn í Landspítalanum. Af því þannig verið að semja við klínikina, það er stærsta samningin. Vegna þess að Landspítalinn annar þessu ekki, okkur annar Landspítalinn þessu ekki. Þannig að hann fær ekki peningar til þess að gera það. En okkur hefur þá peningarna til þess að kaupa þetta af klínikinni. Getið þið útskýrt þetta fyrir mér? Nei, ekki nema það þurfa að gera einhverja breytingar á Landspítalanum til að geta tekið við fleiri svona aðgerðum, án þess að ég veit það. Þarna er tilbúnar skurðstofur. Það eru kannski 10 ár síðan ég flutti fyrstu fréttirnar það þar sem fólk getur keypt sig fram með því að versla við einkaklíník, fer í aðgerð sem að myndi annars kosta 2 eða 3 ára bíða eftir og fólk það þjáist og jafnvel þótt að hafa ekkert mjög mikil efni, þá kannski það til í að henda bara þessum peningi, 500, 700 skall, 800 skall eða eitthvað. Þannig að þetta er bara hluta þessu tvöfalda kerfi. Þetta var dýllinn sem að ég er með mjög frá Akranesi. Ég spurði nú eitthvað aðeins þegar ég var þar, að þá er eiginlega skorið upp 2 sinni í viku. Það er gætilega skorið 5 sinni í viku. Skurðstofan bara er ekki notuð, 3 daga af hverju 5. Þannig ég bara skilir þetta ekki. Af hverju eru til peningar fyrir klínikina og mikill vilji til þess að koma þangað, en ekki vilji til þess að efla liðskipti, það er líka á Akureyri. Ég held að það sé ekki fullnýtt skurðstofan þar. Þetta er Og skurðstofan sem við vorum að tala áðan, þegar við komum aðeins tengdum það við konuna sem var reynda að fara í geislameðferð, en á Borgarspítalanum held ég séu 3 skurðstofur í röð, það eru aldrei allar í gangi, það vantar ekki skurðstofunar. Samt er nú líkt að þá breytingin samt svo að nú er hægt að senda þetta fólk til útlanda. Jú, það kostaði líka pening, en þá áttum að taka peninginu sem að því og hafa allar skurðstofunar á Landspítalanum og Borgarspítalanum og Akureyri og á Akranesi. Við eigum líka skurðstofur á Reykjanesbæ sem eru búin að vera lokaðar bara árum saman. Það vantar ekki skurðstofur, en það vantar fólk. Fólk er að vinna á klínikinni. Akkur ráðuðu það ekki bara til þess að gera aðgerðirnar í Borgarspítalanum? Af því það er vilji til þess að búa til tvöfalt kerfi. Það er vel vera. Herðu, talandi svona nýfrásökjuna, það er Keir Starmer, vinnur ykkar. Hann lofaði fyrir kosningar að hækka ekki skatta. Þeir ná ekki saman fjárlóganum. Og nú eru komnar hugmyndir að skrúa aðeins ofan af skattalækkunum nýfrásökjutímans. Og það er erfðafjárskattur sem þeir eru að skoða það að hækka. Og reyndar líka sem það er fjármagnstekjuskattur sem alltaf að skoða. Úr hverju þá, veistu hvað hann er? Þetta er það sem alltaf að draga úr, í fyrsta lagi þá held ég að komið fram í þessari úttekt Guardian að það eru kannski bara 20% af erfðum sem að fá skatt á sig. Því að hitt er bara svo litli fjármunir. Þannig að þetta er erfðafjárskattur sem að tókst að ýta í burtu á nýfrjálsíkjárunum eða kalla þetta skattur á dauða og svona, þið kannist við þetta á rekanárunum. Að hann leggst, þetta er fyrst og fremst skattur sem leggst á svona eins og samherjafjölskylduna sem er að flytja gríðarlega fjármuni á milli kynslóða. Þetta hefur verið svona bæði, hefur þetta verið bara að vera réttlátt að draga aðeins úr þessu happatrætti lífsins þarna. En líka bara vantar og það eru sá sem að fær arf, hann er að fá bara tekjur eins og hverjar eru tekjur og þá segir pabbi átti þetta en ég meina það eru bara tekjur en það sem að þeir eru að skoða þarna er að það var búið að smyrja að búa til eins mikið götum og mögulegt var fyrir eina ríku til þess að færa á milli svipað og Samherji gerði með því að einhverju svona skilur enginn hvað gerðist allt í náttu börnin orðið fyrirtækið og þurftu litla skattaborga að þar er í Bretland er það þannig að ef ég má gefa þér ef ég er pabbi þinn
þá má ég gefa þér eitthvað og ef ég gef þér fyrir 7 árum áður ég deyra þá borgar enga skatt og svo eitthvað svona trappar svona niður. Ég heldur alltaf að laga þess til í þessu af því að þetta opnaðist bara svona stórt gat og menn fóru bara að gefa kannski bara helmingslut í Samherja eða eitthvað á milli kynslóða. Áhugavert. Og þetta finnst mér að ef við hefðum einhvers staðar öfluga ritstjórn og svona, þá myndum við náttúrulega skoða þróunina erfðafjárskatti á Íslandi. Hann var allt upp í 50% fyrir 1990. Þess að hæsta þrepið sem að fyrir mesta auðin sem fór á milli kynslóða. En núna hann komin held í niður í 10% ekkulis. Og Óli Björn Kárason var þetta alltaf að leggja fram að leggja hann af, af því hann taldi þetta var óréttlátt að leggja skatt á hina ríku. Herðu, það frétt sem að við höfum kannski ekki fjallað nógu mikið það er þetta bráðabirgðaleyfi í Hvammsvirkjun sem að ráðherrann treður í gegn. Já, ég átti með þann draum að ég myndi ná viðmældum þetta í þáttinni kvöld, það tókst ekki. En þannig líka, svo kemur líka þetta sem við höldum deilt á að ráðherrann bæði orkumála og umhverfis og virðist vera að umhverfismálin víkir svolítið fyrir hinum. Hann vill vera orkumálaráðherra, þessi ráðherra. Þessi ráðherra, hann vill vera orkumálaráðherra. Hann vill virkja mikið. Hann er að sýna sjálfstæðismönnum að samfélkingin er miklu duglegri að virkja. Við náum því í gegn sem ykkur tókst ekki. Hann er búin að marka þessi mjög sterkt sem slíkur. Viðskiptaráður er mjög ánægður. Já, hann bara held ég hafa einhverju á honum af þeim. Þetta er svona er það bara. En það sem ég hugsa alltaf þegar ég sé þetta er að þú spyrir hvernig hægt að veita bráðabirgðaleyfi fyrir virkjun? Ég hugsa þetta saman, hvernig það? Þetta er bara saman. Segjum að þið fá svo ekki leyfi alltaf, þá var Landsvirkjun að koma og taka vegina burtu og skila vatninu. Við Gísli Tryggvason, lögmaður, ræðum þetta aðeins í þætti sem að verður hleypt að Stokkunum í kvöld. Réttur og settur heitir hann. Og það má deila einmitt þessa hugtakanótkun. Þannig að þetta verður í rauðaborðinu á eftir. Við ætlum að fara yfir lögfræðilega álitamál í fréttunum. Herðu, það er nú pólitíkin fyrir þá sem að lesa dönskupressuna. Þetta er nú frétt sem að var í allstaðar og allan heim er þetta sama graf sem að sýnir að það er bara mikil sókn rússneska hersins í Úkraínu og virðist vera sem að þeir hafi komist í gegnum varnir Úkraínu og sé að reyna að loka birgðalínum. Og þegar það gerist að þá getur orðið mikil tíðindi á mjög skömmum tíma og því það er mjög erfitt að snúa þessu við. Og þetta er merkilegt vegna þess að þetta er að gerast í aðdraganda að fundunum sem á að vera í Alaska á föstudaginn og ég er með frétt frá New York Times það. Og þeir eru svona New York Times sem eru heimavannir í bandarísku stjórnmálum. Þeir segja fyrir Putin sem hefur náð áður að snúa svolítið á Trump og sveigja hann yfir á sinn málflutning. Putin er klárari. Já, þetta er tækifæri fyrir hann í Alaska að ná Trump aftur yfir í sínar herbúður. Sagan gæti verið vendipunktur í sögunni núna. Já. Það setjum pringana bara á? Nei, ég minna bara samanber þetta að ef það kemur gata einhvers staðar í þessa línu þá hefur það kannski. Það er náttúrulega erfið. Sást á þessu grafi, þetta er verið vera bara alveg vonlust að eiga við þetta. Þeir hafa verið að vinna stríðið og það er bara verið ljóst í langa tíð og það er alltaf verið að tala að reyna að ná Rússum á samningsborðinu og láta það hafna öllum sínum kröfum. Þetta er bara óraunat Ég held að sé mun ekki verða og líka verið að sækja mikið fram í aðdraganda þessar fundar. En það sem er spennandi með hvorum megin Trump verður, af því að fram eftir ári þá ætlaði hann hann lítur á það sem hagsmuni Bandaríkjanna til lengri tíma að hafa friðsamleg samskipti við Rússland. Þetta Úkraínustríð sé bara tómt vesen fyrir Bandaríkin. Það er ekki afstaða Evrópu. Þannig hann ætlaði að koma og gera samning við Rússa að hætta stríðinu. Rússarnir fengi bara eitthvað út úr þessu, eru glaðir, svo hefjum við bara eðlileg viðskipti við Rússland, þannig að ég ætla að vera einbetta með Kína. Evrópa sætti sig ekki við þetta og þegar að fór að líða á vorið og svona fram eftir sumri að þá var eiginlega Trump búin að gefast upp á þessari leið en síðan allt ínum hrekkur hann í gang og vill bara sér fund með Putin og þá kemur aftur að koma í ljós hvort að hann nái því að fara því það er bil á milli bara eins og bandarískir hagsmunir eru skilgreindir núna og evrópskir hagsmunir hvað ég að gera við Rússland. Bandaríkjamenn segja við erum bara að vera vinir Rússa það bara
megum ekki vera að standa í þessu. En Evrópa segir að það er bara Rússar með ekki fá neitt, frekar viljum við bara endalaust stríð í Úkraínu, heldur en að gefa eftir á Rússum, menn að annars verður Rússland bara ógn við Evrópu til framtíðar. Og þetta eru hagsmunir Evrópu og Bandaríkjanna sem er ekki að ná saman, sko. Þannig að þess vegna held ég að við erum nú eitthvað fjalla með þetta betur við rauðaborðið núna í vikunni. Já, þetta er erfið staða. Já, BBC var með frétt sem var síðan étin upp allstaðar. Það er að það hefur verið að flytja íbúa Norður-Kóreu til Rússlands í að vinna í einhver svona vinnubúðum. Já, þrælabúð. Af því að Rússarnir eru í hernum, þeir eru að gera annað, þá er hellingur að lausum störfum og þau séu mönnuð núna bara einhverjum þrælum frá Norður-Kóreu. Og segja 100.000 sko, það hefur hentat yfir til að vinna myrkran á milli og næstu eins og sé að vinna í Ísland. Og launin fara sko ekki til þeirra, heldur til Norður-Kóreska ríkisins. Þetta er næstu eins og sé að vinna í íslenskri ferðarþjónustu. Já, eins og hefur verið þarna vann ekki eftir fólkinu sem bjó í tjaldi á Vík í Mýrdal og vann 8 tíma sólarhring. Já, eða eins og þegar að menn sem voru vinnumenn á bæjum hér og þar voru sendir á vertíð og húsbóndin hirti hýruna. Þetta er mitt að það í þeir eru þess að frétt. Þeir eru hýrudregnir, trældómur en hýrudregnir. Það eru fleiri Trump-fréttir. Það er sendiherrann. Hann var örskamma stund skattstjórinn í Bandaríkjunum. En hann vildi ekki gefa og skatturinn vill það ekki dreifa sko persónuupplýsingum frá skattinum til ICE eða innflytjenda stofnunar eða lögreglunar sem er að reynsa út fólk út úr Bandaríkjunum og Trump hendur honum bara. Og hvað gerur við eitthvað sem út virkilega ídlarið og sendir allir Íslands. Ekki sjáar áttur. Þetta verður svo Serbíu. Þetta er svo galið sko. En hann brást hetjulega við þegar hann gerði bara grína þessu hvort það var á Twitter eða hvað það kallaðist og sagði býtu Iceland. Herðu, meira af Trump. Það er verið að skoða stofna sérstaklega viðbragðssveit gegn uppþotum í Bandaríkjunum. Það var þetta náttúrulega bara eitthvað svona sveit manna sem á að fara og berja niður mótmæli. Þetta er skoðanarlögregla. Nei, ég veit ekki hvað að kalla þetta. Getum við kallað þetta skoðanarlögreglu? Merkilegt lýðræðisríki þetta maður. Við tínum þessa frétti til, alveg eins og við höfum alltaf tínt til eitthvað frétti sem að benda til þess að sé að verða viðhorfsbreyting meðal stjórnvalda eða einhverja yfirvalda gagnvart Gaza. Þá höfum við alltaf tínt til þessa frétti sem að benda til þess að Bandaríkin sé að þróast í átt að fasisma. Og raunverulega gætu við verið með heilan fréttatíma af þessum fréttum. Ég tíni bara eitthvað svona pínlítið á hverjum degi. Og ef þetta gerist dag eftir dag þá fer það þannig að það sem er algjörlega abnormal og ósettanlegt, það verður normal. Það er hættan. Já, svo er það líka, maður getur sagt að þetta er nú kannski ekki svo stórt í sjálfu sér, getur sagt. En við bendum alltaf á þetta aftur og aftur, svona önnumerki. Og þá erum við kannski komin á, hvernig er þetta sagt stundum, ég finna ef það lítur út eins og hundaskítur og lyktar eins og hundaskítur og bragðist eins og hundaskítur, þá er það hundaskítur. Þannig að ég held að verða að fara bara að segja sem svo. Það sem er í gangi í Bandaríkjunum við erum á sko hraðleið í áttina að einhvers konar fasisma. Það er verið að berja niður sko háskólana, það sem geta haft sjálfstæða skoðanir. Það er verið að þröngva þeim, þeir mega ekki gera neitt nema sem er fyrir blessun stjórnvalda. Þeir mega ekki rannsaka neitt sem að stangast á við einhverja idiotískar hugmyndir þeirra samfélagið. Mega ekki verið með kynjafræði, mega ekki halda því fram að sé fleiri en 2 kyn í mannfélaginu. Já, og maður bara tekur eftir því að verkefni okkar sjálfra Íslendinga svo við tölum bara okkur, er bara endurhlaða viðhorf, taka einhverja fortíð sem var og bara við erum á þannig krossgötum að þið muni, þetta var allt svo einfalt, það voru bara einhver helmingaskipti og það voru góðu gæjarnir þarna og þarna voru hinir en það er allt á rosalegri hreyfingu. Bandaríkin er að breytast rætt og það er náttúrulega þegar það tekur langa tíma að byggja upp lýðræði en það getur verið örskamma stund að eyðileggja og stundum við sagt að Trump verður nú ekki eilífur.
En ég myndi margt af því sem Trump gerði og þótti frálegt fyrir í kjörtíðanbyrjunu að Biden hélt því áfram. Þetta bara eins og tollana sem að setja á Kína að Biden bara bætti í og það er alls konar svona hlutir sem og þetta ekki tengt Trump einum. Það ekki svo, þú veist að þessi bara því Trump sé eitthvað skrítinn maður og þess vegna sé þetta í gangi. Nei. Þetta stefna sem að nýtur stuðnings með Bandaríkjanna. Það vantraust á hinu opna dreifða lýðræðislega samfélagi sem þar var og það hellinga fólki sem vill það dautt og segir að það bara ekki virkað fyrir mig, þau bara pröfu eitthvað nýtt. Hvað með þennan fasisma sem allir að tala ekki bara kýla á það. Við erum bara á háskalegum stað. Já, við erum það. Við erum talandi Trump, þá það frétt fjármálaráðherrann okkar sem til enn mögulegt hann á samkomulagi að lækka tollan okkar. Hvað, það þannig? Ég veit það ekki. Hann segir það möguleiki, ég veit ekki, við vitum ekki fyrir víst en Daði Már þetta bjartsýnn, þá skulum við bara sjá hvað úrverður. Og ég veit má Trump eiga, hann alveg til í að skipta skoðanir á hvað tollanir að vera háir, það aldrei það sama sem hann segir. Og tímasetningar á þeim, það alveg tipsum haps bara eitthvað. Það var að framlengja frestunin á tollum á Kína 90 daga, ekki? Jú. Ég veit ekki, en ég tek eftir í þessu fréttum að það oft talað við svona svokallaða hagsmunaaðila sem eru að flytja út lax eða eitthvað eða að það taka alltaf fram að ég vil bara taka það fram að starfsfólkið í viðskiptaskrifstofu utanríkisráðuneytis hefur staðið sig frábærlega. Það ekki tekið eftir þessu. Þetta eiginlega skotið inn í alla fréttir og ég hugsaði bara, þetta sandar ekki vel, sko. Það svo, þú veist, fólk finnist að þurfa að skjalla stjórnvöld eitthvað fyrir að Herðu, framhaldsfrétt það eru bílastæðagjöldin. Núna komið fyrirbæri sem heitir slugsgjöld og þetta viðtalið við eitthvað sem að innheimta þetta fólki sem þetta sé algjörlega neyðarúrræði og alls ekki til þess að græða. Nei, alls ekki. Já, ég held að við getum þakkað okkur á samstöðunni svolítið þessa umræðu. Við komum hérna eftir sumarfrí með blóðugarfréttir af svona umdeildum bílastæðum og gjaldtöku sem sennilega ólögleg og hún hefur með Breka Karlsson og fleirum og þetta hefur svo færst svolítið út í það að... Og þið sjálf, hefur þið ekki öll lent í þessu einhvern veginn? Þegar við sátum með neitt nú? Ósa margir sem hafa lent í einhverjum hryllingi þarna. Og núna þetta komið út í það að það sem sumir kalla sektir, þetta eitt af því sem við Gísli Tryggva ræðum í rétturi settur, má kalla þetta sekt. En sumir margir halda fram núna að það sé kolólöglegt að bæta við einhverju viðbótargjaldi og svo framvegis. Þannig að ég ætla bara að hvetja sömu áhorfendur og eru hér að fylgjast með okkur í kvöld að halda áfram á samstöðunni, Rauða borðið og hlusta á ykkur eftir, þig og Gísla. Ég var með svona app í símanum, bara bílastæðagjöld í Reykjavík. Svo allt í einu sé að það verið að rukka mig frá þessu appi, þá hefði ekki verið á bíl bara í langa tíma. Og þá ég spyr eitthvað hvað þetta og þá segir að ef þú notar ekki þá tökum við alltaf við 500 kall á mánuði. Og ég sagði þetta bara ólöglega innheimta og sendi þeim bréf með afriti á ríkissaksóknara, borgarstjóran og dómsmálaráður og eitthvað fleira. Þetta aðferð sem að Jón Oddsson lögmaður kenndi mér í Galanda, alltaf að senda afrit á ríkissaksóknara. Og þú hefur ekki heyrt meira frá? Ég hef ekki heyrt meira frá, það tókum þetta allt í burtu. Þannig ef þið eru í samskiptu þá menn alltaf að senda bara afrit og segja alltaf neðst í skilum. Ekki að þeir, það er skæð að drífa á tölvupóstum. Afrit senda á ríkissaksóknara. Fjórir sem að voru teknir fyrir að rækta, ég held að það verið að rækta gras í einhverjum fyrir norðan meira. Þetta var ekki bara gras. Það voru líka búið til amfetamín. Þetta í þinni sveit eitthvað staðar en nálægt eða ekki fyrir norðan. Það? Fyrir norðan hefur. Eitt hús á Raufarhöfn. Fyrirgefðu, ég held að eina fréttin sem ég gleymd að lesa á listanum. Það svo var líka í Borgarnesi, held ég. Og austar á Suðurlandi. En svo virðist vera, þetta er einhverjum menn sem koma frá Albaníu sem túristar, fara og leigja eitthvað húsnæði, eru fengnir og leigt fyrir húsnæði og þeir fara og búa til eitthvað dóp, koma þau á markað, svo eru teknir og þá eru sendið tilbaka. Svo nú bent á það að þeirra verið að senda það úr landi, að það þýðir það að næsti í Albaníu, hann alveg til að gera þetta, þetta skaðlaust. Það ekki refsing. Fremja glæp sem eru þungviðurlögið og við eigum ekki fangilsi og þá sendum við þá út, klárum ekkert málið í gegn þeim eða bara farið og svo hlæja þeir bara
í sem undirheimum. Og næsti Jói sendur. Það gerir það í Íslandi, maður bara sendur heim. Og næsti Jói bara sendur. Þetta kallast að bjóða hættun heim. Já. Þetta alveg... Við verðum kannski að kanna þetta. Heyrðu, hérna kemur nú kannski ekkert skemmtilegt mál. Nei. Þetta við verðum svolítið að vera að fjalla þetta. En hann Stefán Einar sem með blaðamaður á Morgunblaðinu, hann segir sjóðsagtamenn á Íslandi verða gyðingahatara. Þetta verið að sækja í eitthvað Facebook status eða eitthvað komment sem hann hefur verið með. Og hann að segja, hann nefnir hann nokkra gyðingahatara að hans mati. Hvað Egill Helgason? Hann þeim og við. Sko, ég held hann samkvæmt mannlífi sem að flutti frétt af þessu þá fer hann mjög nálægt í að kalla Egill Helgason bara brjálaðan líka. Ekki bara gyðingahatara. Menn eru bara brjálaðir og þeir eru gyðingahatarar. En Sveinn Rúnar Hauksson fær nú þyngsta höggið yfir hann. En þetta ég veit ekki hvað því hann styður frelsisbaráttu Palestínumanna. Og það sé gyðingahatur. Er maður þá ekki bara gyðingahatari ef maður er Palestínumæður? Ég veit ekki hvað. Það er sjálfgefið. Það er mjög erfitt að vera Palestínumæður og vera fylgjandi hernáminu. Nei, það er annað sko. Þú getur verið sko á andstæði við stjórnvöldin í Kína en ekki en almenna borgara. Ef Palestínumæður, þá getur verið illa náttúrulega við sko stjórnvöldin í Ísrael. Stjórnvöld í Ísrael njóta sko stuðning 85% landsmanna. Og ég var að tala við Qusay O'Day í gær og hann sagði þetta sem svona að þeir sem að búa í Ísrael, ríkisborgar í Ísrael, að þeir standa fram með fyrir því að samkvæmt alþjóðalögum og bara almennu siðferði að ef þú ert vitni af þjóðarmorði þá ber þér að gera allt sem í þínu valdi stendur til að stoppa það. Ef þú gerir það ekki, þá ert að styðja það. Og þar af leiðandi langstærstu hluti almennra borgara í Ísrael sem að styðja þjóðarmorð. Það eru örfáir. Við erum verið að taka dæmi af þeim. Það er fyrirverandi forseti þingsins. Það eru þetta hugaða fólk munið eftir því þegar héldu blaðamannafundin það sem að voru svona mannúðarsamtök í Ísrael sem voru að lýsa yfir þetta væri þjóðarmorð. Og hvað þau voru óttafull á fundum. Hvað þau upplifðu það að þau væru þannig að kalla yfir sig, sína fjölskyldu og sína stofnanir, mikið hatur. En svo eru gyðingar víðar. Nei, þannig að mér finnst... Ég heldur að Egill Helgason eða Sveinn Rúnar sé að andmæla gyðingum... Nei, ég er að reyna að segja það. Það er það sem ég er að meina. Að það er sko, þó að setja mótið þjóðamorðinu, og þeim sem stjórna því en svo bara gyðingar á Íslandi við erum ekkert að velta sig fyrir okkur hvort að maður sé gyðingur eða það eru gyðingar meiri segja menn sem búi í Ísrael sem hafa sagt þess svo að sá sem heldur í fram að það sé að síonisminn sé gyðingdómur hann er gyðingahatari hann er að tróða upp á gyðingdóminn algjörum viðbjóði og að neyða okkur til þess að þetta sama sem merkið hann á milli er mesta gyðingahattur sem ég heyrt. Þetta var gyðingasatt. En þetta nær Stefán Einar, hann nær þessu ekki. Herðu, það voru Íslendingar sem opnuðu Kentucky Fried Chicken í vissuð að þessu? Það hefur búin að vera í mörg ár. 85 eða eitthvað? Vissuð að þessu? Feðgað frá Fáskursfirði? Já, eitthvað heyrt að þessu. Herðu, það sem sagt að þeir opnið þetta 85 og það heyrist ekkert mikið það og bara gengur ágætlega hjá þeim nema kemur ekki heilbrigðiseftirlitið í heimsókn og kemur í ljós að þetta er eiginlega ekki boðlegt. Og þessu er bara lokað og KFC í heiminum tekur af þeim leyfið. Þannig að þetta er nú kannski lægjandi að þessu, en þeir eru búin að loka og ekki fyrir launum. Nei, þeir fóru illa ráðu sínu. Já, elsku kallarnir. Herðu, það er frétt sem að kemur nokkur sem ári. Fækkar sífellt í þjóðkirkjunni. Ég held að stendi hinn áttin eftir þessu biskupsskiptinu. Það verður stendur. Sko, málið er að það voru breytt, þannig að þú ert ekki automatist skráður. Nei.
Þannig ef að foreldrar nýfæddra barna skrá ekki barnið í þjóðkirkjuna, að þá átómatískt fækkar í þjóðkirkjuna því fólk deyr sem að var sjálfkrafa skráð í hana. Þannig að það þarf að vera einhver sko meiri háttar sko vakning til þess að vinna mót þessu. Ég geti séð þetta sömu breytingar gerðar kannski 15 árum fyrir í Svíþjóð og það eru á, ég man ekki hvað eru þriðjungur árin eftir sem eru í þjóðkirkjunni. Ég stundar með stundum við að fara yfir þetta aðtökta þessi trúalega afstæða, en það er náttúrulega það sem mesti vöxturinn í kaþólsku kirkjunni. Hún vex alveg mjög hratt og það er út af innflytjendur sem koma hér frá Austur-Evrópu. Við deyjum hér sem erum fædd inn í kristna trú og vorum innlimuð bara inn í þjóðkirkjuna frá fæðingu en fólki sem að koma til okkar, það kemur frá öðrum löndum. Já, það er langstæður hluta kristið sko. Já, það er ekki að kristið trú. Jú, en samt svona einhver. Mesti vöxturinn í kristnu söfnuðum fyrir utan þjóðkirkjuna. Já. Þannig að Jesú er ekki í panikk yfir þessu. En það sem að kemur fram þarna er að, ég man ekki hvað það var, það er gríðarlegu fjöldi sem er ekki skráður. Og þegar ég var ungur maður, þá var mér sagt að ef ég skráði mig ekki í trúsöfnuð, að þá rinni það til háskólans. En það er löngu hægt. Þannig ef að þú ert ekki í einhverjum söfnuði, þá rennur peningurinn bara til dagam á. Í fjármálaráðuneytið. Og þetta er eitthvað af þessum peningum sem ekki fara í sóknargjöldin og sóknargjöldin líklega hugsuð þannig, ég held að þetta er 14 skall á ári og þú ráðstafar því í þjóðkirkjuna eða í búddista eða vantrú eða ásatrúa eða hvað sem er. Var það Bjarni Ben fyrirrennari sem krækti þennan bita? Já, hann náði þessu. Já, ég held að. Þannig að það er margir sem halda þetta færi þá til góðra verka sem hann kannski gerir með ríkissjóði. Hann getur Bjarni Ben náttúrulega jók mest endurgreiðslur og tekjuskatti fyrirtækja í nafni rannsókna og þróunar. Þannig þetta fyrir alls konar svona hluti. Herðu, ég er með mynd sem ég tók innan úr frétt. Þetta eru gleðigöngunni, þannig að stendur Miss Young Iceland. Og faðir fegurðardrottningu gerir athugasemd við þessa framsetningu. Finnst hún meiðandi og ekki hafa Árás og Sig og dóttur sinni og finnst þetta ekki sæmandi gleðigöngu. Hvað segir það? Myndu þið móðgast? Nei. Það má ekki vera svo hörumstóra mikið, sko. Mér finnst þetta bara skemmtilegt. Forsíða Morgunblaðsins í morgun vilja flytja Gunnfaxa aftur af Sólamannssandi. Þið munið, það var nú fréttir hérna í vor. Það var hérna bændur þarna eða landeigundur keyptu þetta. Þetta er gamla landhelgisgæsluflugvélin og var þar áður. Hún var gefin landhelgisgæslunni, hún var notuð hérna. Þetta er þetta ekki alltaf þristur? Þeir fóru þarna því að það er mjög skant frá. Það er leiðilegt að myndin skulle ekki taka það því að maður sér hitt flaggið. Það er ekki langar að lýsa þeirri skoðun landgræðsluvélin. Mér langar að lýsa þeirri skoðun að þetta finnst mér svo pleppalegt. Þetta er fabrikaruð ferðarþjónusta. Í stað einhver sem raunverulega gerðist og átti einhverja sögu, þá fá bara einhverju dútar einhverja hugmynd. Já, það er flugvélaflag þarna, finnst hvað er að koma með annað. Hitti fer láta á sjá. Nei, alveg að tala, þetta er ekki leið. Þetta er einhvers konar afbrigði Disney-væðingar með einhverjum dularfullum tvistum sem að bara sýnir það að okkur er ekki alvara með ferðarþjónusta. Kannski er túristanum alveg sama. Við verðum samt að vera sjálfum okkur trú og bara talandi þetta skiltin og allt þetta bara náum aftur í íslenskuna inn á skiltin og gerum þetta okkar forsendum. Þér finnst ekkert minna spennandi að koma hérna sem ferðamaður og þurfa að googla eitthvað langt íslenskt orð og það er bara hluta ævintýr. Bara förum út úr þessu rugli. Það gerir eiginlega víðast hvar. Það er kannski tengt þessu fréttir úr heimildinni. Elsta blað Íslands á ensku, það er Iceland Review, sem var nú þótt alltaf á fínt tímaritt og byrstu stórkostlega myndir eftir ljósmyndara. Páll Stefánsson. Herru, það er, nú verður þeir bara búa til, kynverið að búa til einhverja gervigrindarmyndir, hann stendur eitthvað víkara, fjörríður. Og þetta er bara orðin, þú varst að tala svona fabrikarar heim, það er bara Iceland Review sem var flaggskipi svona Íslands kynningarinnar. Einmitt, I rest my case. Það er bara búa til heim. Þetta er svakalegt.
Og talandi það, Hafnarfjörður túrism. Síðasta fréttin, hún líka svona fabrikraðan fjölmiðil. Það eru almannatenglar sem að vinna hjá KOM. Já. Þeir eru byrjar að reka fjölmiðil í... Hann eru fyrirverandi vinnufélag báðir og það góðir. Þau voru á fréttablaðinu. Björgvin kannski ekki langan tíma. Það var fram að gjaldþroti ef ég maður rétt. Og hann var svo ritstjóri Vísindablaðsins. Og þeir eru haldið úti sem heitir 24 stundir. Já. Hvað finnst ykkur það? Hafið þið ekki báðið komin nálægt því? Nei, það hétt blaðið þegar ég var þar. Já, það hétt blaðið. En sko þetta er svona, þú veist, bara góða ferð, strákar, gangi ykkur vel, en það má spyrja margra spurninga með þetta og ég spyr mig af hverju blaðamannafélagið fullt á almannatenglum. Sko við verðum einhvers staðar að hafa einhver skil á milli blaðamennsku og almannatengla og mér er svolítið krútlegt þegar þeir voru að biðla til þess að þeir vilja bara fá tilkynningar til þess að birta. Já, meðal annars. Sem er nú reyndar svolítið mikið í þessu viðskiptafréttum alltaf eitthvað Sigurður Sveinsson tekur við og maður fyrir að lesa þetta þá hann að einhverju millistjórnandastöðu í sjóvó og svona bara endalausar tilkynningar verða að birtast. Herðu, þetta voru fréttirnar. Já. Við erum hættir að segja fréttir í bili. Við viljum hafa örstutt auglýsingar og svo byrjar rauðaborðið eftir. Fyrir ykkur sem að hlusta á Facebook eða á YouTube að þið verða að leita upp í nýtt streymi. Það kemur ekki automatist upp af þessu streymi. Þið verða að finna það aftur. Þið sem að hlusta í útvarpi og sjónvarpi þurfa engar áhyggjur að hafa. Auglýsingar og svo rauðaborðið. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.